góðir áhorfendur og hlustendur, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagskvöldi. Þetta nýjung, við ætlum að senda út á laugardagskvöldi. Og tilefnið náttúrulega það eru kosningar eftir sletta viku. Það bara, til viku bara stutt í að kjörstöðum verður lokað. Og við ætlum að tala núna í kvöld eitt af kosningamálunum, þó að hafi farið kannski ekki hátt í fjölmiðlunum, en það er feminismi. Og til að ræða þetta þá eru út í bæ María Lilja Þrastardóttir Kemp og Sanna Magdalena Mörtudóttir. En hérna í stúdíóinu er Sólveig Anna Jónsdóttir. Og kannski byrja á þér að því að við erum hérna í stúdíóinu. Hérna, ég hef séð svona deilur á milli feminista í VG og í Sjálfstæðisflokknum feminisma, að það sem að þið, sósíalískir feministar, eru svona að halda því fram að sá feminismi sem að hefur rekinn af stjórnvöldum og þar með kannski ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur, bara dugi ekki. Já, algjörlega. Við erum náttúrulega ekki einar það hér, þetta ekki eins og þetta sé einhver svona jaðarkræðsur yfirildi hér á Íslandi. Þetta náttúrulega bara risastórt debatt sem á sér stað. Ég myndi bara segja eiginlega bara alla veröld, þar sem að róttækar konur, sósíalískar konur, vinnuaflskonur, konur úr jaðarsettum hópum og svo framvegis hafa áttað sig á því, bara vegna sinnar lifu reynslu að hinn svona liberal feminismin, borgaraleg feminismin, hvað sem við viljum kalla þetta, stundum verið kallað lean-in feminismin. Hann hefur ekki gagnast okkur neitt á meðan að vissulega sífellt meira pláss gefið fyrir konur innan hins kapitalíska kerfis og innan valdakerfisins fyrir einstaka konur til þess að rísa til æðstu metorða þar, þó þessi vissulega miklu færri en kallarnir. Þá það engu að síður svo að konurnar sem að vinna vinnuna, konurnar sem að vinna til dæmis við að endurframleiða samfélagið í svona hinum hefðbundnu kvennastörfum og svo framvegis eru bara algjörlega pikkfastar í algjörlega óboðlegum og sífellt versnandi aðstæðum. Og svo auðvitað allar þær konur sem að hafa þjáðst vegna þessa blóðþorsta sem að Vesturlönd hafa lifað eftir og inn í núna allt og langt skeið, allar þessar brúnu og svörtu konur út alla veröld. Þannig að já, hér höfum við verið að takast á bara ýmis mál, efnahagslegt réttlæti til handa konum sem að hafa tilheyra hinum eignalausu, réttlæti til handa konum sem eru einhvern veginn neðst í svona hinu alþjóðlega stigveldi og þar af leiðandi fórnarlömb þessa bara blóðþorsta og sadisma, rasisma og svo framvegis. Hvað nú komst þú inn í Eflingu á svona tíma, inn í svona staðnaða verkalýðshreyfingu, þar sem að forysta verkalýðshreyfingarinnar kannski hafði svona samsama sig við forystu í samtökum fyrirtækjaeigenda og svona stjórnmála elitunar og kannski sambandslaus við það fólk sem að það var í umboði, átt að vera að vinna í umboði fyrir. Erum við að tala svoleiðis að feminismin sé orðin svona stofnun, hann sé í höndunum á betri settu konum sem að ekki með tengsl við kannski þær konur sem að verða mest fyrir barðinu á óréttlæti kynjaskiptingar? Já, ég myndi segja að þessi svona feminismi sem praktiseraður, þessi svona meginströms feminismi sem praktiseraður af valdastéttinni, hann sannarlega svoleiðis og auðvitað ástæðan fyrir því að hann nær svona mikilli útbreiðslu og svona miklum vinsældum. Ástæðan sú ekki síst að hann gerir engar efnahagslegar kröfur, hann gerir ekki kröfu efnahagslegt réttlæti, hann gerir ekki kröfu róttæka breytingar, hann gerir ekki kröfu afnám þessara viðbýðslegu stigvelda, heldur gerir hann með einfalda og þar af leiðandi svolítið svona, já það einfalt að uppfylla þessa kröfu. Það einfaldlega bara búa til pláss fyrir konur inn í stigveldinu, búa til pláss fyrir þær að fá að stjórna
en á sama tíma þá einhvern veginn að tryggja að það sé ekki farið í að kollvarpa þessu ógeðslega kúgunar arðránskerfi sem að gerir það að verkum að Þannig kapitalismi er búin að temja feminismann og sannarlega og nota hann sér til framdráttar. Já, það er til fræðikona, bara alveg frábær marxísk fræðikona sem heitir Nancy Fraser sem hefur skrifað mjög þetta og ég bara hvet þau sem hafa einhvern svona áhuga að kynna sér þetta svona frekar, hún hefur skrifað mjög mikið þetta, hvernig einmitt nýfrjálshyggjan svona tekur stóran part af annarar bylgju feminismannum og bara svona étur hann upp og það akkurat bara svo svona tilvera sem að blasir við okkur hér sem að höfum svona tilheyrt þessum einmitt undirsettu kvennahópum, konunum sem eiga bara einhvern veginn að strita og svo bara fokka sér. Það er bara svo algjörlega augljóst, það er alveg sama hverjir eru við völd. Ef við til dæmis skoðum bara baráttu Eflingar við borgina. Allir flokkar sem að þar eru við völd, þetta svokallaða Reykjavíkurmódel sem á einhvern veginn að láta eins og sé eitthvað rosa fancy, þetta eru allt yfirlýstir femínískir flokkar, ekkert af þessu fólki, enginn úr þessum flokkum steig fram og sagði bara hingað ekki lengra, sjálfsögðu á að verða við þessum bara réttlætiskröfum sem að þessar konur þarna setja fram, heldur létu það viðgangast að við værum í 6 vikna verkfalli og svo framvegis og ég veit ekki, ég held að engin láglauna kona sem að stritar einhvern veginn inn í þessu ógeðslega kerfi og skoðar bara sín eigin tilveru og tilveru kvennanna sem hún vinnur með og notar bara svona réttlætiskenndina sína og sjálfsvirðinguna sína gæti mögulega komist að þeirri niðurstöðu að einhvern veginn það að leita skjóls í þessum svona borgaralega feminisma væri eitthvað að fara að hjálpa henni. Þú nefnir svona eins og LeanIn og þá dettur manni í hug velauðugar bandarískar konur sem eru að koma sér áfram í bara svona corporate Amerika og kannski telur manni í hug svona eins og þetta fyrirbrigði sjálfstæðakonur sem var svona eitthvað svona kvennahópur inn í sjálfstæðarflokknum sem var að halda því fram að kvennabaráttan ætti líka heima þar. En er sanngjarnt að taka feministana inn í VG og setja saman með þessa hópa? Feministarnir í VG þurfa náttúrulega bara sjálfar og sjálfir að gera upp við sig hvort að þeim finnist það í alvöru ásættanlegt að praktisera feminisma sem að ætlar að halda stórum hópi kvenna efnahagslega föngnum, hvort það sé ásættanlegt að láglauna konan til dæmis sé föst í óbærilegu sambandi vegna þess að hún einfaldlega hefur ekki efni á því að fara úr því. Ég meina það er auðvitað svo fyrir komið bara fullt af konum. Feministarnir í VG þurfa að gera upp við sig hvort það sé ásættanlegt að hér sé fullt af konum og börnum sem að búa í algjörlega óboðlegu húsnæði, hvort það sé ásættanlegt að verka á láglaunakonur byrji svona 50 að missa heilsuna, andlega og líkamlega, lendi á örorku og í þeirri fátæktargildru, hvort það sé ásættanlegt að láglaunakonur sem að fara á eftirlaun bara labbi, bara daginn sem var hægt að vinna bara inn í fátæktina, hafa ekki efni á því að gefa barnabörnunum sínum jólagjafir, hvort það sé ásættanlegt að hér komi fullt af konum frá löndum allstaðar úr heiminum og labbi bara inn í það að vera ódýrt ofur arðrænt vinnuafl svo að einhverjir útvaldir kallakapitalistar geta haldið áfram að græða. En nú ríkisstjórn Katrínar segist hafa verið lagt jafnréttismál hafa verið flutt inn í forsætisráðuneytið og það er svona ýmsar áætlanir í gangi þar. Ertu þá að halda þig fram að við verðum að tala hér hagsmuni fátækustu konuna og jaðarsettu konuna og við erum búa til svona og hérna verðum við með borgaralegu konunar sem hefur það gott að megnið af þessum aðgerðum sem er verið að gera séu bara svona hér á litrófinu. Ég held að mjög mikið af þessum aðgerðum, en þá ætla ég samt að segja, bara það er mikilvægt að segja það, að þarna undan skilja auðvitað mál tengjast reproductive rights, kynfrelsi kvenna og frelsi kvenna til þess að lifa undan lausar við ofbeldi. En þegar við erum að tala svona hin málin,
þá held ég að þessar svona aðgerðir, þú veist, þetta eru svona kosmetískar aðgerðir og þetta eru aðgerðir sem að, ég veit ekki, menn hægt að segja við konuna sem að skrimtir þrátt fyrir það að vinna í 2 vinnum, að nú eigi að setja af stað einhvern svona starfshóp og starfshópurinn ætla eitthvað að skoða og svo verður eitthvað að skoða og svo koma einhver niðurstaða. Og hún muni mögulega eitthvað, ég meina, er þetta boðlegt fyrir þessa konu? Þannig að þetta ekki vera alvara í málum sem snýr að... Ég held bara að þanga til að það er bara pólitískt viðurkennt að það sem þarf að gera fyrst og fremst til þess að gera tilveru þessara kvenna bara boðlega, til þess að við getum hætt bara að upplifa bara þessa djúpu samfélagslegu skömm sem við hljótum að upplifa, er að sýna þeim efnahagslegt réttlæti og efnahagslega sanngirni. Þá geta þessar konur svo sjálfar bara ákveðið hvað þær vilja gera við sína tilveru. Þær geta sjálfar tekið ákvarðanir bara svo ótrúlega margt sem að raunverulega þær fá ekki að gera núna. Og það sem er líka svo ótrúlega kostulegt við mig, þennan svona borgaralega feminisma, er að fullt af konum eru bara svona viðfeng innan hans. Það er svona hort, já, býttu þarna eru þær og þær eru svo blankar og þær eru svo slæmt, en þú veist, við viljum ekki að tala við þær og þegar þær svo koma og segja, hei, það er bara þetta sem ég vil, ég er bara nákvæmlega þetta, það var ekkert hlustað á það. Það er bara látið eins og það sé ekki að gerast, en það er hægt að fara einhvern veginn svona safnast saman og fara svona eitthvað að ræða málin algjörlega án þess að gefa þeim agency að búa til pláss fyrir þær, þannig að... Ekki fátækt kona við borðið, bara fólk sem vita fátækt. Já, einmitt, og þetta er náttúrulega alveg rosalega mikil hræsni og ef að þessi feminismi væri þú veist, svona tengdur inn í söguna og bæri svona virðingu fyrir henni svona feminísku baráttu gegnum söguna, þá er það náttúrulega bara algjört grundvallar atriði að einmitt, það sé ekki verið að fara með manneskjurnar sem á einhvern veginn að gera líf þeirra betra eins og einhver viðföng. Og ég get ekki betur séð en að það sé bara nákvæmlega staðan. Ég get ekki betur séð en að þetta sé bara einhvern veginn svona leiðin sem á að feta. Að bara halda bara áfram að gera þetta, að búa til eitthvað svona tæk fyrir fólk til þess að reikna eitthvað út og búa til einhverja skýrslur og halda ráðstefnur. María Lilja, upplifir þú að það sé verið að fara að kjósa það sem að er meðal annars kosið feminisma eða kvennabaráttu? Já, ég held að ég er alveg sammála Önnu Sólu og það sem að við erum kannski þurfum að fara að horfast í augun við er að hér eru í rauninni 2 samfélög og það er það sem að kannski feminismin hefur ekki alveg verið nógu duglegur að skoða. Það eru þessi jaðarsettu hópar sem að einhvern veginn finnst manni í þessari umræðu allri, hvað sem að það er MeToo eða staða fólks og stétt og innan feminismis það er svona eins og þessum hópum sé svolítið ýtt til hliðar af þeim þessum svona frekari sem að hafa eignað sér svolítið hérna feminísku umræðu og það er bara svolítið hættulegt En heldur upplifir það að sé verið að þetta sé á dagskrá í kosningabaráttunni? Feminismin bara svona alveg. Já, það hefur náttúrulega farið rosalega mikið fyrir umræðinni til dæmis gegnum kynferðisofbeldi og KSÍ og Það er ekki beint svona kosninga, það er ekki beint kosningamál. Nei, það er nú kannski ekki fléttast inn í kosningabaráttuna, þá hefur nú samt sem áður verið svolítið litið að því, en ég sakna þess svolítið að sjá bara fulltrúa flokkana takast á einmitt þinn feminísku mál. En já, eins og ég segi, en þá hefur þetta svona á sama tíma og við höfum verið í þessari kosningabaráttu, þá hefur þessi krafa einhvers konar aðgerðir í þágu þolenda kynferðisofbeldis og hefur verið mjög hávær. Já, en getum við deilt feminisma, er það ekki þannig að svona samstaða hópsins þykir svo mikilvægt að það er kannski bara óvinsælt að draga fram
einhvern ágreining að mikilvægur að við stöndum allt saman og samþykkjum bara það sem allir gera. Já, það er nákvæmlega það sem sagt við sósíalista líka, er það ekki þeir verða að vera þægari við hinu vinstri flokkana. En það er þetta sem kannski litar svolítið og tónar umræðinu, það er þessi girl boss, konur eru konum bestar stemning sko, sem verður til þess að konur sem actually hafa eitthvað til málunum að leggja þeim svolítið ítt til hliðar. Er það þannig, maður spyrja því Sólveig, þegar þú ert að bera það fram núna, ertu þá svolítið að hugsa að núna kemur núna verð ég skömmu fyrir það að vera Nei, ég hugsa það bara aldrei. Nei, okay. Ég hélt þegar ég var yngri þá einhvern veginn var ég ekki mjög svona meðvituð þennan svona nýfrjálshyggju vinkil eða þessu svona nýfrjálshyggju yfirtöku á feminismanum. Ég var lengi að fatta það. Ég bjó kannski bara í minni svona eigin feminísku búblu þar sem ég svona var mjög svona meðvituð þessa arfleið annarrar bylgjunnar, þetta svona kynfrelsið og það væri ávallt rétt og kvenna til dæmis að fara í þungunarrof, að sem sagt konur ættu að fá að stjórna öllu tengdist því bara 100% sjálfar. Ég var alltaf mjög meðvituð það, en svo var það samt ekki fyrir en ég var bara orðin fullorðin kona og var búin að vera í dálítinn tíma á íslensku vinnumarkaði sem láglaunakona í umönnunarsstarfi og þá bara svona fór ég að átta mig á því að það sem ég svona heyrði frá samfélaginu og frá einmitt pólitíkinni Ísland sem svona jafnréttisparadís og svo framvegis, ég áttaði mig á því hversu falskt þetta var. Til dæmis þetta með að leikskólarnir væru algjör grundvöllur á atvinnuþátttöku kvenna og hún væri bara hvergi meiri í öllum heiminum en hér og þar af leiðandi væri hér mest kvenfrelsi af því að konur hefði tækifæri til að standa á eigin fótum efnahagslega. Og ég áttaði mig á því að þetta var alltaf að gerast og ég hafði aldrei heyrt að rætt í íslensku samfélagi að fórnarkostnaðurinn væri borin af konunum sem unnu inn á þessum stofnunum, 80% konur sem áttu bara mjög erfiða tilveru og voru bara oft fastar bara í einhverju bara fastar í striti. Ég sjálf þurfti að vera í 2 vinnum og svo framvegis og þá svona fór ég og steig svolítið tilbaka og spurði sjálfa mig, hvað þýðir það fyrir mér að vera feministi og get ég kalla sjálfa mig feminista ef að það er þetta sem allir hinir meina með því að vera feministi og ég get alltaf ekki kalla mig svona feminista en ég hugsaði samt, ég samt feministi og það er mjög stór partur bara að minni sjálfsmynd og minni svona pólitísku sýn og ég trúi því af öllu hjarta að konur eigi alltaf að fá að ráða öllu snýr einmitt að því með hverjum þær vilja lifa, hjá hvernig þær vilja sofa, hvort þær vilja eignast börn, allt þetta. Þannig að ég var ekki tilbúin til að segja, nei, ég er ekki feministi. Þannig að ég svona fór að skoða því og áttaði mig á því að það að vera feministi eins og ég sá það og það að vera sósíalisti sem ég var og það náttúrulega tengdist bara algjörlega saman og með því að tvinna þetta saman, þá varð bara mín pólitíska sýn miklu bara svona heilstiftari, heildstæðri, mín svona geta bara til þess að greina bæði eigin tilferði og samfélagi var bara miklu þroskari. Þú mælir með þessu. Þannig að ég mæli með þessu og ég held að fyrir konur sem tilheyra ekki bara einhverju valdastjætt eða eignastjætt, konur sem ekki bara svona alveg solidly bara á einhverjum sjúklega góðum stað og hafa bara frábært, þá það þessi feminismi sem leiðin bæði fyrir bara svona persónulega frelsun sem mjög mikilvægt element í feminismanum, persónulega frelsun hverjar og einnar konu og þessa svona stóru samfélagslegu frelsun og ég get ekki séð að raunverulegri frelsun allra kvenna verði nokkru sinni náð nema með því að tvinna þetta saman vegna þess að engin manneskja getur lifa frjáls ef hún hefur ekki efnahagslegt frelsi. Það bara svoleiðis. Sanna, upplifir þú að þessar kosningar snúist að einhverju leyti feminisma?
Já, algjörlega, en það sem vantar í rauninni þetta efnahagslega réttlæti inn í skilgreiningu á feminisma, eins og við sósíalistar, við sem erum sósíalískir feministar, við leggjum höfuðáherslu á þetta, þannig að ég hef verið að sjá náttúrulega slagorðin frá flokkunum sem að segja svona hluti eins og það verður kosið jafnrétti skiptir máli, en þannig að ég trúi því að þetta kosningamál og það verður kosið þetta, en hins vegar sko hvernig stjórnmálastéttin sem núna ræður lítur á feminisma, það bara allt annað en hvernig við hin skilgreinum feminisma og það þetta sem hefur vantað inn í rauninni svona meginstraums áherslur feminismans og hefur alltaf vantað að mínu mati, þetta kannski dálítið kynslóðatengt, það var kannski hér áður fyrr, það var þessi meiri áhersla á efnahagslega réttlætið, en alveg frá því að ég valist upp, þá hef ég ekki tekið eftir því að þetta hafi verið eitthvað sem að stjórnmálafólk að tala þetta hefur dálítið verið svona klift frá feminismanum og ég veit ekki hvort það sé út af því að bara fólk einfaldlega áttar sig ekki á þessu að það þurfa að ná efnahagslegu réttlæti til þess að þetta konur geta verið frjálsar frá þessari kúgun eða hvort að fólki sé bara alveg sama eða að því að þetta virki ekki nógu svona fínt inn í einhverja kvennabaráttu. Að það sé svona óþægilegt að tala fátækt, það sé svona eitthvað já, við tölum bara fátækt síðar. Við ætlum einhvern veginn að aðskilja þessa umræðu og ekki tengja hana við kvennabaráttu. En með því að gera það, þá ertu að klippa stóran hóp af konum frá náttúrulega, þú veist, þessari baráttu og þá þetta ekki feminismi. Hellingur af konum sem upplifa fátækt, þetta eitthvað sem þær upplifa og þátt að berjast fyrir réttindum þeirra, þetta feminist málefni. Þannig að með því að klippa þetta frá og segja einhvern veginn það verður kosið jafnrétti, en þú ætlar ekki að hafa allar konur með, þá þetta ekkert jafnrétti. Þú veist, fyrir hvaða konur ertu þá að berjast. Þannig að mér hefur alltaf einhvern veginn þótt þetta vanta inn í þessa jöfnu, inn í þessar áherslur. Þannig að ég skil ekki hvað verið að tala þegar verið að tala jafnrétti. Þú veist, hvað þýðir það orð? Það jafnlaunavottun sem ég veit varla hvað þýðir? Þú veist, jöfn laun, sömu laun fyrir jafn verðmæt störf, þú veist, hvernig eru störf okkar borgarfulltrúa sem eru konur eitthvað betri en störf kvenna á leikskólum? Ég meina, ég held að myndi frekar fólk taka eftir því ef að konur á leikskólum myndi ganga út frekar en ef við borgarfulltrúar myndum ganga út. Þú veist, það allt þetta. Það vantar bara þessa áherslu á efnahagslegt réttlæti inn í femíníska baráttu. Þannig já, það verður kosið feminisma, en það vantar algjörlega líka þetta inn í. En af hverju missa fátækari konur rödd? Þú það svo gerir ráð fyrir því að þeir hafi haft frekar rödd svona fyrir 30-40 árum og það sem var meiri áhersla lögð á stéttabaráttu inn í feminismanum. Af hverju missa þeir rödd á svona nýfrjálsíkjárunum? Það vegna þess að við tökum ekki mark á fátæku fólki eða við erum með svona þetta verðleikamat nýfrjálsíkjunar að ef þú ert fátæk að bara hlustum við ekki? Já, það náttúrulega bara einstaklingshyggja sem að tekur yfir og það átti bara að vera duglegri, þú átt bara einhvern veginn að rífa þig út úr þessu, þú átt bara að fara í vinnu númer 2 og þú átt einhvern veginn að vera bara einhvern veginn besta útgáfan af sjálfur þér og þá einhvern veginn erum við búin að taka þessa svona einstaklingsbresti og svona taka það dálítið og líta á það sem eitthvað svona mein innra með þér sem að þú eigir að laga og þá einhvern veginn, ég held að það sé þessi svona, það hafi gerst einhvern veginn, að það sé að fara að líta á þetta sem svo að þetta sé bara fólkinu að kenna og þá þetta ekki lengur eitthvað svona samfélagsmein sem að þurfa að laga. En leið og getur litið á aðra þætti sem að konur og minnihlutahópar upplifa og einhvern veginn bent á og sagt eitthvað svona þetta óréttlæti sem að við þurfum að laga og allir einhvern veginn eru sammála það, en fólk ekki sammála að fátækt sé samfélagsmein og óréttlæti sem að þurfa að útrýma. Það einhvern veginn búið að samþykja að það sé fólkinu sjálfu að kenna og þess vegna einhvern veginn hefur það verið tekið út úr þessari feminísku baráttu út af nýfrjálshyggjunni, út af þessari einstaklingsáherslu. Ég held það. Maður séð það svona víða heim að það sem verið að taka inn í kvennabaráttuna fátækari konur og brúnar konur og konur sem eru jaðarsettana í ýmsan máta og svona degla í gangi. Hefur þetta ekki komið til Íslands að svona neinum alvöru slagkrafti?
Jú, þú veist, ég meina það, hér fullt af óbúslega sterkum og háværum svona sósíalískum feminista röddum, en málið að það sem sósíalískir feministar boða ekkert endilega það sem að þjónar hinu kapítalíska ríkjandi kerfi, og þess vegna þessu svolítið ýtt til hliðar. Það náttúrulega, þetta talar allt saman líka eins og við svona white supremacy og þú veist, þetta hentar, þú veist, það hentar ágætlega núna að hleypa ákveðinni tegund af konu að borðinu til þess að viðhalda þessu kerfi sem bara hinu kapítalíska valdakerfi, og ég held að bara því en já, eins og ég segi, þá verðum við bara að standa vörð þessar raddir, og það beinlínis skylda okkar að gera það. En ekki líklegt að það gerist inn í kvennahreyfingunni, því að kvennabaráttan náttúrulega barátta undirokaðra? Ekki sú barátta svona líklegri til að taka inn svona kúuðust í hópnum með sér í baráttuna, heldur en kannski svona gamaldags baráttu önnur, ég segi ekki verkalýðsbaráttan. Það ekki þannig að inn í kvennahreyfingunni sé einhvern veginn geta til að rúma alla? Það spurningin. Jú, auðvitað það, en það eins og ég segi, það svo djúpt á þessu, ég sé þetta á þessu ríkjandi kerfi, það einhvern veginn svona eins og það gætir ákveðin að finni við þetta, en svo við líka, og nú tala ég bara svo fyrir sjálf mig, við óbúslega degraðar þessar íslensku hvítu feminista konur sem hafa haft sér mikið í frammi. Ég meina, þú veist, við föttum ekki endilega að hvernig, og ég þurfti að stoppa sjálfa mig af margsinnis, að því að þú veist, að því að við vöðum uppi og yfir allt, og að því að það okkar réttur, en að samanskapi þá við og höfum við oft verið að taka pláss frá þeim sem kannski hafa eitthvað að segja, sko. Þú nefndir þetta eiginlega áðan, Sólveig, þegar þú varst að vinna á leikskóla í 2 vinnum og heyrðir feminista tala sem að raunverulega taka að sér að tala fyrir þína hönd, og þér finnst það ekki hljóma sem þínar kröfur. Nei, en það náttúrulega af því eins og Sanna var að tala það áðan, það bara búið að taka bara en að stetta vinkilinn burtu, þetta mjög áhugavert. Ég var til dæmis núna á föstudaginn, þá hlustaði ég á útsendingu á viðburði sem að haldin var á forsætisráðuneytinu í tilefni einhver sem heitir alþjóðlegi jafnlaunadagurinn, sem ég veit ekkert hvað og þar var einmitt verið að ræða málin, og eina manneskjan sem að talaði eitthvað svona stéttabaráttu og nefndi til dæmis verkföll Eflingakvenna var Drífa Snædal. Annars var það ótrúlega áberandi að það talaði þú veist, það talaði uppruna, trú og svo framvegis, það með ekki mismuna eftir þessum kategórium. Allt nema stétt. Allt nema stétt. Það alveg ótrúlegt og magnað að heyra og sjá og upplifa þennan svona miklu og einbeitta vilja, vegna þess að á þessum tímapunkti getur enginn haldið fram að þetta sé einhvern veginn af því að fólk sé bara eitthvað svona aðeins að ruglast eða gleyma því. Þetta svo augljóst hvað þetta einbeitt og hvað þetta svona markvisst, sko, að jafnvel einmitt núna á þessum tímapunkti, þegar að á síðustu 3 árum hafa einmitt verkakonur sýnt það og sanna að það eru þær sem eru tilbúnar til þess að leiða verkalýðsbaráttuna, það eru þær sem eru tilbúnar til þess að fara í verkföll, þú veist, færa bara mjög mikla fórnir, eru ótrúlega bara svona hugrakkar og djarfar, þú veist, það er enginn sem að svona acknowledgear þetta, og ég get ekki annað en bara svona undrast það, og ég get ekki annað en ímynda mér að það sé einhver partur inn í þessu fólki sem að upplifa einhverja skömm yfir því hvað þetta rosalega markvisst verið að láta eins og þetta hafi ekki gerst. Og fyrst ég svona aðeins farin að tala þetta, þá til dæmis hvað það var ótrúlega brútal árásirnar sem að viðgengust á Eflingarkonur í verkföllunum við borgina. Við vorum ásakaðar það til dæmis að halda börnum sem gíslum, og það var ekkert eitthvað svona rosalegt upprór yfir þessu. Það var ekki eitthvað svona, nei, nú sko komið nóg og þið skulle ekki ráðast á þessar konur og svo framvegis.
þetta er rosa áhugavert að fylgjast með þessu og áhugavert og skrítið, kannski ekki skrítið, aðalega áhugavert að sjá svona hvað það eins og bara svona samantekin ráð að búa bara ekki í þessum umræðum til pláss fyrir þetta risavaxna og á endanum mikilvægasta element í því að tryggja fólki aðgang að bara gæðunum í samfélaginu okkar sem stétt þetta mjög markvisst, þetta einbeitt og samfélag okkar svolítið litað af þessu, það eru eiginlega engar upplýsingar frá Hagstofunni þar sem hægt að skipta yfir í stéttir, það getur skoða lífslíkur eftir kynjum en ekki stéttum, þótt að við vitum að lífslíkurnar eru kannski munur getur verið 8 eða 9 ár á milli lægstu stétta og fer versnandi munurinn þannig að munurinn núna á milli háskólamenntuðu kvennanna og verkakvennanna það bara sífellt dregur á milli og þetta til dæmis þegar ég sá þetta í fyrsta skipti niðurstöður úr könnuslu Tettljós þá brá mér ótrúlega mikið, ég hefði til dæmis ekki áttað mig á þessu og ég hugsaði að þetta svo rosalegt, þetta segir bara allt sem segja þarf, en það samt ekkert talað þetta. Hvernig getur þetta ekki orsakað með einhvern svona hasar og hvernig getur þetta ekki orsakað það pólitíkusarnir streymi fram og segja nei, nú þarf að breyta einhverju, þetta augljóst merki. Kannski að því að umræða svo þú lýstir áðan, þar sem að fólk situr við borðið og ekki þeir sem eru fátækir en þeir sem vita fátækt. Og svo bara farið ég að gera eitthvað svona, já þetta bara af því að það reykja. Þetta bara af því að það þú kunni ekki borða rétt. Þetta bara út af þessu og hinu. Og það ekki sagt það augljósa, þetta út af því að tilveran, hún bara erfið. Þú ert búin að vera að vinna frá því að þú varst kornung kona, þú ert búin að strita og þú vinnur við vinnu sem bæði líkamlega og andlega, bara mjög, mjög erfið og þú ert kannski fleiri en einni vinnu. Svo kemur heim og ég meina það talað það hér, bara algjörlega opið og allir vita þetta og viðurkenna umönnunarbyrði á Íslandi miklu meira á konum heldur en á körlum. Og þessar konur sem að vinna við til dæmis umönnunina sjá að endur framleiða samfélagið okkar með að gæta barnanna og gamla fólks og svo koma þær heim, sjá sitt heimili byrði á Íslandi frá hinu opinbera kerfi yfir á óformlega kerfi meira. Mjög, og það til dæmis risavaxinn svona feminískur baráttu punktur og þá segi ég til dæmis, ég meina þarna til dæmis bara svona vinkill sem að þær feminísku konur sem eru ekki einmitt, bara einhvern veginn til ekki sjálfstæðum konum eða félagi kvenna í atvinnureks, eru ekki bara komnar alveg svona þar megin við línuna, ættu sannarlega að geta sameinast og þetta lögum við ekki nema með því að fjármagna heilbrigðiskerfið okkar og velferðarkerfið okkar, það gerum við ekki nema með því að skattleggja hinn ríku og svo framvegis. Þannig leið og fólk, feministar, þessar feminísku konur sem að einhvern veginn eru ekki búin að sjá ljósið fara að skoða til dæmis þessi mál þá held ég að þær hljóti að átta sig á því að þarna sannarlega bara svona staður sem að við allar getum sameinast í og gert þessa baráttu af feminískri og efnahagslegri baráttu sem þetta En hvað er ráða? Nú verður þetta loðir og svona hangir allt saman það sem að, þú veist, þessi popkultúrfeminismi og FKA-feminismi sem að hefur átt algjörlega upp á pallborðið og verið rosalega hot og vinsæll út af því að hann heldur rosa fín partí og dansar saman gegn ofbeldi í Hörpu og okkur svona. Hvernig og nú ég alvörunni bara að spyrja því ég veit það ekki, hvernig getum við sem sósíalískir feministar komið þessum hóp að þannig að þeirra mál og þeirra efnahagslegi vinkill feminismans verði bara hreinlega tekin fyrir? Ertu að spyrja mig? Já, bara ykkur öll. Ég segi bara, ég hef ekkert eitthvað algilt svar og þetta náttúrulega bara svona stórt og flókið, hvernig gerum við gerum þetta með því að, með því að gera svona eins og feministarnir gerðu í gamla daga með svona kynfrelsi, það svona auka svona sjálfsmeðvitund þessara kvenna, þannig að þær sjálfar séu tilbúnar til þess að taka þennan dag, en svo náttúrulega gerum við það með því
þær gera það sjálfar með því að gera það sem þær gerðu til dæmis í verkföllunum, að sýna og sanna að þær eru algjörlega ómissandi, að sýna og sanna með því að neita að vinna og setja hendurnar í vasann, að samfélagið bókstaflega bara stoppar og byrjar bara einhvern veginn að hrynja með því sanna þær og sýna að þær eru algjör grundvöllur, læra sjálfar sitt eigið ótrúlega miklu mikilvægi og knýja á einhvers konar svona endurúthlutun á gæðunum, en svo skulum við líka náttúrulega muna að við sitjum hér og erum að tala sósíalískan feminisma. Þú veist, þetta bara eitthvað nýtt, bara svona plattform sem hægt að tala bara svona. Ég meina, þegar ég var eitthvað svona að byrja að hugsa þessa hluti og byrja svona að velta þessu fyrir mér svona í kringum 2012, svona mjög markvisst, þá hafði ég bara þetta við mig sjálfa að tala. Þú veist, ég var ekki inn í neinum háskólakreðsum, þú veist, ég var ekki með aðgang að einhverjum svona manneskjum innan úr, þú veist, á akademíunni sem hefði mögulega eitthvað að geta að tala þetta við mig. Það var engin vettvangur neinstaðar fyrir mig til þess að eiga þetta samtala, en nú sitjum við hér og erum að ræða þetta. Við förum bara langt aftur, sko, frá því að ég var unglingur og það voru rauðsokkurnar með kröfur og þær gerðu kröfur að heimilistörf og umönnun yrði metin sem vinna. Við erum með stóra hópa fátækum eftirlaunakonum sem að njóta ekki lífeyrisréttinda því að þessi vinna var ekki metin til fjár. Fátækt meðal eldri borgara mest meðal kvenna og ástæðan það miklu leyti þessi að þær voru stóra hluta vinnu aldursins utan formlegs vinnutíma og áunnu sér engin réttindi og þessum eru fátækir. Það minnst verður bara sára einfalt að leggja fram þá kröfu að lífeyrisréttindi verði reiknuð af umönnunarstörfum og heimilistörfum og metið til fjár og að þessar konur fái eðlilegar tekjur í ellinni. Það svona, einhvern veginn þurfum við að fara bara að orða kröfurnar. Það er bara sólít krafa byggð á 50 ára gamalli kröfu rauðsokkanna. Akkurat, það var náttúrulega þessi líka svona stóra krafa sem að feministakonur í útlöndum voru með, sko, að öll heimilistörf ættu að vera launuð, sko. Já, algjörlega. Það má setja það fram. Maður þarf bara ekkert að afsaka það. Nei, maður þarf ekkert að afsaka það. En svo, þetta flókið, sko, af því að, og hún Silvía Federici sem að setti þessa kröfu fram, og hún svona, þú veist, þetta mjög áhugavert, sko, af því að svo líka, þú veist, ætlum við svona að vöruvæða og monetæsa allt, sko, en svo hvort sem náttúrulega kapitalismin búinn að éta sig inn í allt, þannig að það hvort sem ekkert einhvern veginn eftir ósnert, sko. En svo líka náttúrulega þessi krafa sem að sósíalískir feministar setja fram svona samfélagslega nálgun, sko. Þannig að samfélagið svona opni sig upp og við séum ekki alltaf að gera allt inn á okkar eigin prívat heimilum. Leikskólarnir eru náttúrulega svoleiðis fyrirbæri, það sem búið að taka og svona samfélagsvæða, það sem áður augljóslega var bara gert inn á heimilum, eins öldrunarþjónusta. Það hægt að sjá fyrir sér að það hægt að gera þetta fleiri hluti. Þú flýtir þróuninni þegar þú byrjar að borga laun fyrir óunni vinnu. Já, og til þess líka að til þess að gera þetta með mannsamandi hætti og þannig að þetta sé ekki bara eitthvað svona að skýta byggs eins og þessi hlutir náttúrulega eru núna, þá þurfum við náttúrulega bara að nálgast þetta bara með einhverjum svona algjörlega og bara gjör ólíkum forsendum en við gerum núna. Og nýjan kröfulista. Já, nýjan kröfulista. Taka borgaralegu feminista kröfulistan og vera með nýjan og sjá til hvað af þeirra lista ratar inn á nýja listan. Já, algjörlega og ég held að við þurfum einhvers konar bara svona gjörvalla hugarfarsbreytingu og uppstokkun á þessu kerfi sem við erum vön. Því að ef við tölum bara eins og bara hvernig við lítum á fjölskyldumynstur og hvernig ákveðnum fjölskyldumynstur er hampað á kostnað kannski annarra. Og að við þurfum að horfast í augu við það er bara miklu erfiðar að vera einstæðingur eða einstæðingur með barn
heldur en að vera í parsambandi og þá hefðbundnu parsambandi sem karl og konu, hefðbundnu sem eina gæslappa. Þannig að þetta er það, við getum náttúrulega verið í allar nótt af því að það eru svo margir steinar sem þarf að velta í þessu samhengi. En áður við hættum að þá verður Sanna að svara spurningunni sem að þú bast fram, Marja. Það er hvað ber að gera. Hvað getum við gert, Sanna? Það er náttúrulega lífeyrisréttindi að náttúrulega eldri konur sem hafa verið utan svona hefðbundins vinnumarkaðar eins og það er kallað, þá er náttúrulega greitt eftirlaun sem eru mannsæmandi og ef við lítum á bara að reka heimili, það er náttúrulega bara fullt starf og þú ert aldrei búin, ég meina hvenar ert að stimplað inn og stimplað út ef við svona lítum á það þannig. Og ef að manneskja því ráðin inn á heimili til að sinna öllu því sem að fólk sem að bara sér heimili myndi sinna öllum þessum verkum, hvað væri við þá að greiða fólki? Þú veist, hvað myndi manneskja taka á tíman fyrir að sinna öllu því sem að einstaklingur er að sjá bara við að halda heimili í 40 ár? Hvað myndi það kosta? Það yrði mjög hátt verð. Þannig að mér finnst líka áhugavert þessar pælingar eins og einmitt Sola var að segja, ætlum við að fara einhvern veginn setja verðmiða á allt, en mér finnst samt einmitt að þegar að konur fara á eftirlaun eða þegar fólk fyrir eftirlaun þá þarf að tryggja mitt að það fái laun sem eru bara mannsæmandi og lausnir. Hvernig fær maður feminista til þess að hugsa út frá efnahag? Oft svona upplifi ég að maður sé að tala bara við vegg þegar maður er að reyna að tala þessu mál, þegar ég er að einhvern veginn að svona segja frá bara því sem að konur hafa sagt mér frá þegar ég er að tala þetta til dæmis í borgarstjórn, þá er eins og að sé bara engin skilningur þegar ég er að reyna að tala þetta svona opinberlega, þannig ég er að bara svara með spurningu að ég bara til að reyna að svona skilja vandamálið, þá þarf maður að kryfja það til að vita í rauninni raunverulega hvert vandamálið er. Og þá þarf ég að vera viss bara, vandamálið það að fólk bara einfaldlega bara áttar sig ekki á þessu og hugsa bara, það hlýtur að vera laust. Það hlýtur að geta verið þannig að þessar konur, þær bara þurfa að spara meir, þær þurfa að vera betri með peningi sinn. Ég sá hana nú með kókdós, hún þarf bara að hætta að kaupa kók, hún þarf að hætta að kaupa kaffibotan hér og þar. Þú veist, hún hlýtur að geta forgangsraða fjármunum sínum betur til að hætta að vera svona fátæk. Er það bara þannig að fólk bara hreinlega áttar sig ekki á þessu, bara er hún alltaf að taka strætó, á hún ekki bíl, getur hún ekki keypt bíl, af því að þú veist, flestir hafa einhvern veginn kringum sig sem getur skutlað þeim, þú veist, ég bara skil ekki hvort að skilningurinn sé bara einfaldlega ekki til staðar, eða hvort að fólki sé bara ekki, hvort að fólki sé ekki sama, þú veist, Ég held að þetta snúist skilningina mitt, ég held að þetta sé bara pjúra forréttindablinda, sko. Þetta er bara það. Fólk skilur fólk þetta ekki, eða fólk skilur þetta og er bara alveg sama. Ég held alveg að mörgum sé alveg sama. En mér langar þess að segja, þegar við talum þessar lausnir og það er svo áhugavert, sko, að við við höfum bara setja fram, bara, þú veist, hér eru bara lausnir, hér eru kröfur og svo framvegis. Og vegna þess að vinnuafl láglauna kvenna hefur verið tekið og notað sem lausn, þannig að þau sem hafa nýtt sér bága stöðu verka á láglauna kvenna hafa bara sannarlega gert það bara mjög einbeitt og markvisst. Þannig að þú veist, við þurfum auðvitað að verða bara svona djarfari, forhertari og svona markvissari og ég myndi ekki láta svona segja okkur einhvern veginn að okkar hugmyndir séu nú bara of fáránlegar eða of róttækar eða of ógeranlegar. Til dæmis bara eitt sem ég fór að hugsa núna þegar við vorum öll hér að tala saman, að eitt sem að hún heiti Barbara Ehrenreich sem hefur mikið rannsakað til dæmis stöðu láglaunafólks í Bandaríkjunum og hún ritstýrði bók sem ég las einu sem heitir Global Women og átti þar mjög góða grein á samt fjölda annara mjög klókra kvenna og þetta er konurnar sem að flytja á milli landa til þess að halda umönnunarkerfunum okkar bæði inn á stofnununum og í okkar persónulega lífi gangandi og hún segir þarna, hún bara að sko feminismin, þessi svona liberal vestræni feminismi, hann leysti eitt af svona risastóru átökunum á milli kalla og kvenna
hver á annars heimilið, eigum við að gera það saman eða er það bara alltaf kettlingin sem á að gera það, með því einfaldlega að sækja sér bara lægra settar konur til þess að koma bara og gera þetta. Þá getur þú bara þú ert bara með manninu, þú ert ekki lengur að vera að rífast við hann sem rosalega leðilegt og eyðileggur eins og allir vita náttúrulega góð sambönd og þú ert alltaf að vera að rífast ömurlega hluti. Þá ertu bara með þessa konu, hún bara gerir þetta, þú borgar henni bara eitthvað, máli bara leyst. En fórnar kostnaður sem að þessar fátækukonurnar bera, hann bara óbærilegur. Þá ætla ég að koma með svona næsti spurningu stöðu forréttinda blindu velsettu kvenna sem að vita það alveg hvaða frelsi það var fyrir þeirra prívat líf að losna við heimilisstörfin sem að kona frá Póllandi eða Filippseyjum sérum og borgar þeim sárlítilögin. Þannig að bara í hennar lífi að fara að taka upp baráttu þessara konu og tengja hana við sína baráttu næstuði ómögulegt. Þess vegna þurfum við einmitt að vera, við erum þá stétta baráttan vegna þess einmitt eins og þú réttilega segir, það eiginlega bara ómögulegt. En þá verður það bara svo að vera. Að forréttinda feministarnir get ekki orðið. Og svo eigum við náttúrulega líka bara öll að horfast í augu við það og viðurkenna það til þess að viðhalda mannlegu samfélagi. Það þarf bara ótal handtök og þau þurfa bara að vera samhent og við þurfum bara öll að hjálpast að alveg saman hvort það inn á heimilinu eða hvar sem er. Það líka mjög bara stór og mikilvægur partur að við séum, og það líka að mínu viti svona fundamental, bara svona sósíalísk nálgun á samfélagið. Við sem ekki búin að hólfa skipta öllu, heldur við ætlum saman að annast hvort annað, við ætlum saman að annast samfélagið og við ætlum að viðurkenna að það að viðhalda mannlegri samfélög er þú veist á endanum eitt að göfugasta og mikilvægasta sem þú gerir og akkur ættum við þá ekki saman að vilja leysa þau verkefni. Ekki krista mönnun út úr þeim sem að við getum kúa til þess að manna okkur. Já, akkurat. Er það ekki bara eitt ógeðslegasta sem hægt að hugsa sér? Það er það. Þess vegna var ég að afsaka spurninguna. Þetta er svo nasti. Þetta er svo nasti og þetta er svo rótið. Herðu, Sanna, þú varst að... Já, sko, núna vill maður náttúrulega brjóta niður þetta nýfrjálshyggju kapitalísku hugmyndafræðilega afl sem að stýrir öllu í samfélaginu okkar og maður vill ekki vera svona smeygja sér einhvern veginn inn í þetta, en núna eins og krafan er ofta ákveðin hluti kvenna að vera í stjórnum fyrirtækja og þannig, en hvernig væri sko að ákveðin hluti þessara kvenna eigi að vera konur sem að hafa bara ákveðið x hátt í vasan, í tekjur á mánuði, þannig að bara í stjórn fyrirtækja setja konur sem að eru að skúra skrifstofnar og þær hafa jafn mikið atkvæða vægi og hinir aðilarnir sem að sitja í stjórn, þannig að þeirra vægi sé bara jafn mikilvægt og allra hinna og þá þurfum einhvern veginn stjórnin bara að sætta sig við það sem að þessar konur eru að segja og það er einhvern veginn hafi svona meiri þeirra rödd bara að fá að skipta máli en þetta væri það náttúrulega álag að þurfa að mæta á þessa fundi eftir að hafa kannski verið að skúra skrifstofuna og gera allt hitt og það er kannski ekki tíminn alltaf sem gefst af því að ein lausnin sem þarf að koma til er tími af því að þetta er eitthvað sem að vantar náttúrulega inn í lífið. Þannig að ég held að sko þóknun fyrir að sitja í stjórn svona fyrirtækja er hærri þótt að það sé bara klukkutími kannski á 2 vikna fresti, þá er það hærra heldur en að vera í fullri vinnu sem skúringakona. Vandamáli leyst, þannig við bara sitjum þessa kröfu á. Það er raunverulega eina eðlilega krafa væri að launafólki sæti í stjórn, ekki það að væri... Þannig að þið eru raunverulega bara hér að tala sósíalisma. Við erum að tala Þetta er ótrúlegt. Algjörlega ótrúlegt. Herðu, þá verður það að vera endin. Við erum hér að tala sósíalisma. Við byrjum að tala feminisma og sósíalíska feminisma og endum að tala sósíalisma sem lausnina við feminismanum. Það er náttúrulega lærdómur. Við hafði mjög gaman að þessu samtali og ég þakka ykkur fyrir að koma hérna við Rauðaborðið sem er svona endurmenntunarstaðurinn minn. Mér finnst gott að setja hérna klukkutíma á dag og læra eitthvað samfélagið og ef ykkur hefur gaman að því að sitja hérna með og hlusta á okkur þá er það frábært. Ég þakka Maríu Lilju og Sönnu og Sólveig Önnu kærlega fyrir og hlustundum líka. Hér á eftir, mjög fljótlega, kemur landsbyggðin að borðinu og ætlar að fara að ræða vegamál ef ég veit rétt og á morgun verður Rauðaborðið tilnefnt því að þá er sósíalistaþing og þá ætla sósíalistar að kynna svona endanlega kosningatilboð sitt til kjósenda út af kosningunum sem verða eftir viku og
við munum fjalla það eða flytja ykkur fréttir af því þingi þar sem að sósíalistar boða stórkostlegt samfélag. Takk fyrir í kvöld.